Góðan daginn, ég ætla að fjalla hérna svesnikuafbrigð. Það eru komnar nýjar hugmyndir hjá hvítum. Nú svesnikov hefst hérna með E5 og Pisco G5 mainline. Ég nú fjallað áður rittari D5 sem mikið í tísku. Og Pisco G5 þetta gamla mainlineið, leppa rittaran og hvítu vill oft drepa á F6, A6, rittari A3 og B5 aðleikurinn. Nú aðri leikir eru leikir eins og Biskup E6 en það verðist nú gefa hvítum aðeins þægilegra tafl hérna eftir rittari C4. Segjum B5, rittari 1-3, tryggir gott vald yfir D5 reitnum og A4 og hvítu fær þessa langtíma pressu á drottningvæng. P á A6 verður svolítið veikt. Hvítu getur fara að íhuga að leika C3, valda D4 reitin, opna fyrir drottninguna og rittararnir mjög sterkir. Nú G6 getur verið svona í anda svesnikuafbrigðsins en þá verðist nú dróning D2 vera fínn leikur hérna og tökum við reitin af biskupnum á H6 og erum að fara langkrókera. Þannig að B5 sem sagt hefur alltaf verið mainline. Og það sem ég ætla að taka fyrir hérna leikur sem kann að koma svolítið spænstur í sjónir en það rittari AB1. Takk fyrir. Þá vindum við okkur í það. Nú hver hugmyndin með rittari B1? Hugmyndin í raun einföld. Við viljum leika A4 og nýta okkur semst veikleikana sem búin til á drottningvæng. Svo getur rittarinn fyrir á D5 og ef P á B5 fer á B4 þá reit fyrir biskupin á C4 til dæmis. Við skulum skoða þetta bara. Biskup E7 aðaleikurinn en svartur hefur reynt ýmislegt annað. Við getum byrjað hérna á Biskup E6. Það gefur hvítum ekstra möguleika að drepa F6 sem alveg athyglisvert en ég ætla ekki að fara yfir það. A4 til dæmis og Biskup E7, það má ekki drepa á D5, þá kemur hérna millileikur og svartur fær algjöra beyglu. Og Biskup 1-7, Biskup C4 hrókering og þetta mun sem sagt fara yfir það sem við skoðum á eftir í aðalínunni. Rittari E7 svona creative nálgun sem einhverjir sterkir hafa telt með svörtu en líklega bara bestur í hvítan að leika rittari D2 og klára liðskipan en nú Biskup B7 fyrir bara rætt sína sirka hvernig teflist og svartur reynir að fá spil. Ég syns það best að drepa á F6 og til dæmis svona, þetta væri mjög þægilegt og planið raun einfalt að rittari Gunna 3 og dróning F3 eins og sjáum öðru honum og svartur svolítið veikur á til dæmis F5 reitnum og erfitt með að hrókera stutt. Svartastaðan verður aðeins svona losarleg sko. Ég sé ekki að svartur ná að jafna tablið í þessu sko. En nú það Biskup E7, Biskup drepa F6, góðleikur og A4 og við ætlum okkur að planta rittara á D5 sem fyrst. Nú rittari D4 væri bara svona með Biskup D3, hvítur með aðeins betra en passa sig að drepa ekki á B5 hérna, þá kemur hérna Biskup G4 sem svona smá trikk.
Þetta er eitthvað sem svartu vill sko. Það fær hann smá svona, það fær svona dýnamík. Nú B4 er mainline. Nú erum búin að narra svartan að leika B4 þá eigum við semst hérna C4-1 fyrir biskup til dæmis. Og svo maður fara að árita þetta B4 setna með C3 og það getur við hugsanlega fengið gott taka á C-línni. Nú hrókering, biskup C4, biskup 1-6 er aðalínan en kongur H8 er svona í handasvesningu og reyna að fara biskupin G5 og leika F5. Hrókering, biskup G5, C3 sterkuleikur. Ef hann drepur á C3 þá geti þetta svona einhvern veginn. Þetta er D4 ekki góður, þetta er F4. Sjá það hangir alltaf á D4. Nú drepið á C3. Það var rittardrepur, hróku B8. Hróku B1. Og svartur á aldrei rittari D4 út af F4. Og A5 og rittari B5 og hvítur með betra. Hvítur með þessa pressu og D6 og það eru svona veikleikar í svartstöðinni, erfitt fyrir svartan að fá gott mótspil að mér sýnist. Já, og ef svartur leikur hérna A5 þá kemur biskup B5 og hvít stendur betur. Það er þessi pressa hérna í gangi og rittarinn getur verið D4, D2 og F3 eða D2 og C4 eftir atvikum. Nú skulum fara aftur í mainline, biskup E6, hrókering, og ef A5 kemur bara C3 og ef rittar A5 kemur bara biskup A2 og rittarinn fer svo D2. Síðan hangið náttúrulega alltaf á B4, þannig að svartur verður líklega að valda með rók eða eitthvað. Biskup G5 er í anda Svesnikov, svartur getur farið að undirbúa F5. Drottning D3 er best. Ég held að C3 sé svolítið ónákvæmur hérna sko. Þá á svartur á að geta laust með rittar A5 og B3, hróku B8 og fær ágætt spil hérna sko. Drottning D3 er nákvæmt. Hótum á A6 í einhverjum tilvikum. Ætlum að leika rittari D2 fljótlega. Og segjum kongur H8, þá kemur rittari D2, F5, hrókur A1, hvítur með mjög traustastöðu að mínum mati og peða á DSS, ASS og B4 svolítið veiki og svartum. Ég held að svartur sé ekki með alveg nægilegt spil til að jafna tablið sko. Nú A5 er annar leikur, C3 og hér er semst hugmyndin að fara að leika hróknum á D1 og biskupnum á B5. Hrókur C8, hrókur D1, kongur H8, svartur er að leika F5, þá skjótum við inn hérna biskup A6 til að eiga biskup B5 með tempo. Rittar A7, setur upp B4, þetta er telst hérna, en já, í skákinni teldi semst rittar upp B4 og staðan var mjög flókin en líklega er biskup C4 nýjung tryggir hvítum heldur betri stöðu sko. Hvítur er bara að fara íhuga í íta A-piðinu sem er alltaf
svona dálítið pirrandi fyrir svartan eiga við. Ég held að þessi staða sé nú svona þægilega betri á hvítan. Ég sé ekki alveg svartur sé með nægilegt mótspil í augnablikinu. Þannig að þessi riddari B1-leikur hann er svona mjög athyglisverður menntaður leikur og það er ekki víst að andstæðingurinn ykkar þekki hennar leik einfallega, hann er svolítið virkað alltaf einkennlegur en boltinn er þetta aldrei hjá svörstum í þessu afbrigði eins og er og já, mér fannst þetta athyglisvert þess vegna birti ég vídeo um þetta. Takk fyrir.